Leikfélag Akureyrar að fara að halda upp á 100 ára afmæli sitt núna í apríl og okkur langar að hlaupa svona aðeins yfir þessa öld og komast að því hvað framundan til þess að fagna þessu stóra afmæli. Og hún Saga Jónsdóttir, leikkona og formaður afmælisnefndar komin hérna til mín. Sæl Saga. Já, sælaflessuð. Hvað framundan í tilefni stóra afmælisins? Það sem að við stefnum á að gera að hafa svona ýmsar uppákomur út víðan völl í Akureyrarbæ allt árið. Það svona það sem að við stefnum að og það verður ýmislegt til gamans gert. En afmælisveislan náttúrulega 19. apríl í samkomuhúsinu og þá verður svona ýmislegt til gamans gert. Það náttúrulega í bígerð alls konar, við erum náttúrulega í góðu sambandi við N4 til dæmis og við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt saman og svo verið að vinna að kvikmynd svona, leikfélag Akureyrar. Þannig að það mjög margt í farvatninu og kannski gaman að segja frá því að leiklistaskólinn okkar, leikfélagsins, ungu framtíðarleikararnir okkar, þau gera alltaf smá prógram þegar þau hætta í skólanum á vorin og þau eru búin að vera að vinna sem sagt senur úr leikritum sem hafa verið sýnd hjá leikfélaginu og það verður gaman að sjá það. Já, og hvað nú hefur leikfélagi verið starfrækt mestmegnis í leikhúsinu, samkomuhúsinu. Já. Hvernig hefur Hof komið inn í þetta samstarf? Hefur það haft einhver áhrif á? Já, það auðvitað mikil breyting. Það varð mikil breyting við sameininguna og það náttúrulega, Hof miklu stærra og það býður upp á stærri sýningar heldur en samkomuhúsið. En það eru sýningar líka í samkomuhúsinu og hér áður fyrir þá vorum við með rýmið og sýndum þar mikið og einu sinni var staður sem var kallað verkstæði sem voru margar skemmtilega sýningar haldnar líka. Þannig að við höfum alltaf verið að reyna að vera á svona út allt. Og hvar finnst þér skemmtilegast að leika persónulega? Mér finnst óskaplega vænt leikhúsið. Þetta var fallegt hús og gott leikhús og já, það einhver sérstakur andi þar. Þannig að, já, mér finnst það svona skemmtilegast. Og einhver sýning á þessum 100 árum sem að stendur upp úr að þínu mati, eftirminnilegust? Sko, það margar alveg ótrúlega stórar og flottar sýningar sem hafa verið settar upp hjá leikfélaginu og inn í þessu litla leikhúsi. Tala My Fair Lady, Fátækt fólk og Fiðlarinn á þakinu og bara það endalaust hægt að telja upp og alveg svakalega vel heppnaðar leiksýningar og bara maður ótrúlega stoltur þegar maður lítur yfir farin veg eða bara ef maður verið að skoða sögu leikfélagsins, hvað það hefur verið og ekkert síður þegar það var áhuga leikfélag og það náttúrulega gerist að það breytist í atvinnu leikhús 1973 og það verður mikil breyting þá en það bara allt þróast þetta áfram. Og hvað heldur að sé framundan á næstu 100 árum? Svo við förum svolítið fram í tímann. Já, þú bjartsýn. Já, ég náttúrulega vona að okkur beri gæfa til að við getum verið hérna með öflugt leikhús með fastráðna leikara og þannig að starfsemin geti verið svona jöfn og samfelld. Það var draumur Jóns Kristinssonar sem að vann ötullega því að gera þetta að atvinnuleikhúsi. Hann hafði svo mikinn áhuga á því og var alltaf að tala um það að við yrðum að vera svona gott mótvægi við leikhúsin í Reykjavík og það var náttúrulega mjög mikil starfsemi í svo mörg ár áður en að þetta varð atvinnuleikhús. Það var verið að setja upp 5 stóra sýningar jafnvel
á vetri og allt í áhugamennsku. Það var eitthvað pínlítið verið að borga eitthvað sýningakaup en það var bara til málamynda. Og þannig að það var einhvern veginn sko bara komin tím til nú yrði fólk bara að hafa tök á því að starfa við þetta. Og hann sá þetta fyrir sér, að það yrði svona öflugt, kraftmikið, blómstrandi leikhús. Og ég hef þá trú að það verði og vonandi verður ekki allt of langt í það. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands ætlar að vera með tónleika, sem sagt, það eru perlur úr leikritum Leikfélags Akureyrar. Þeir ætla að gefa Leikfélaginu það í afmælisgjöf. Spennandi. Ægilega skemmtilegt. Algjörlega. Þá þakka ég bara aftur fyrir. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir.